Hann sestur hjá mér Ragnar Þór Ingólfsson, nýkjörinn formaður VR, sem stærsta verkalýðsfélag landsins. Velkomin, Ragnar. Takk fyrir það. Þú tekur formlega við embætti á þriðjudaginn. Nokkar að spyrja, hvað munum við sjá breytast svona með komu þinni í embættið? Svona uppreisnarseggur kemur úr stjórninni, eins og einhver listi þið þannig. Hvað sér þið fyrir þér að breytist með því embætti? Ég held sko að kannski mesta breytingi verði sú að það að svona leggja meiri áherslu á ytri áherslu félagsins. Við erum með mjög hæft og flott starfsfólk sem að sinnir svona þessum daglega rekstri, sjúkrasjóðum og orlofsmálum og fleiru og mörgu því sem er mjög vel gert innan félagsins. En það sem ég hef verið mjög ósáttur við í þessi ár sem ég hef verið að standa í þessu fyrst og fremst þessar ytri áherslur. Og það er að tala rauninni bara hvernig verkalýðshreyfingin hefur staðið sig hingað til í að vera málsvari fólksins, víkka svolítið út þessa baráttu, taka meira inn eins og til dæmis grunnþjónustuna. Þetta eitt af okkar mikilvægustu kjaramálum eru húsnæðismálin, vaxtamálin, grunnþjónustan og allt þetta. Að taka þetta og víkka þetta svolítið út og hlusta á fólkið. Ég hef gagnrýnt hreyfingunum mjög harkalega fyrir það að taka ekki upp hanskann eins og til dæmis eftir hrunið þegar að fjölskyldur og smærri fyrirtæki, einstaklingar voru skilin eftir varnarlaus gagnvart fjármálakerfinu á meðan allir þeir sem fengu veglega greitt fyrir að gæta okkar hagsmuna og taka upp hanskann fyrir okkur þegar að okkur var sótt, gerðu það ekki og hafi ekki ennþá gert. Hvernig skýrur maður heyrir, sko, ég einhvern veginn ekki nógu gömul til þess að muna eftir því þegar verkalýðsfélögin voru næstu því alltumlykjandi í íslensku samfélagi. Núna fer einhvern veginn miklu minna fyrir þessu það virðist vera miklu minni tengingin og þingið, það svona, þetta hefur einhver leyti, já, svona fyrirferðin hefur minnkað einhver leyti. Hvernig skýrur það? Ég held að sko að verkalýðshreyfingin stendur og hefur staðinn sko framfyrir þeim vanda að metnaður hreyfingarinnar hefur fyrst og fremst verið inn á við. Og hreyfingin sem slík er að skipta sér alls kyns málum á sæti í fjölda fastanefnda á vegum aðila vinnumarkaðar eins og ríkisins líka. Hefur meðal annars sæti í endurskoðun almannatrygginga sem er starf sem hefur staðið yfir eða stóð yfir í held ég yfir 8 ár. En útkoman voru eintómir plástrar. Þannig að þetta eru svona, eins og sé, að hreyfingin sem slík hefur aldrei verið eins umsvifa mikil eins og í dag. Ég hugsa að velta verkalýðshreyfingarinnar séu örugglega yfir 12 milljarðar á ári. Svona ef ég tek allavega tölurnar úr VR og setja svona í samhengi við stærð hreyfingarinnar. Og síðan er rauninni ítök hreyfingarinnar í lífeyrissjóðakerfinu sem náttúrulega er orðið risa batteri sem að við erum ríki í ríkinu, já, og við erum einhvern veginn orðnir hálfgerðir þrælar þessa kerfis og það virðist enginn geta gert neitt innan hreyfingarinn nema að stíga á tærnar á sjálfum sér. Og það er svona kannski þessi vandi fyrst og fremst að geta ekki komið svona hreint og beint fram, viðurkennt vandann í staði fyrir að tala bara þessi kerfi séu best að byggðu bóli og við séum öfunduð af hversu kerfin eru góð, en síðan við sem eigum að njóta góðs af þessum kerfum, við erum getum í rauninni engan veginn lifað af þeim. Mér langar að því ég var að ræða fátækt við bæði vettvang dagsins hérna áðan og Nicole, sko, ég held að húsnæðisvandinn er svona stærsta vandamál launafólks í dag. Það er svo stór liður í útgjöldum hvers heimilis. Þú hefur talað sem sagt að lífeyrissjóðirnir ættu að hafa einhverja beina aðkomu að húsnæðisuppbyggingu. Þeir hefur hafa stofnað húsnæðisfélög einhver, en þú vilt í rauninni sjá þetta ganga lengra. Hvað er það nákvæmlega sem þú vilt sjá í þessum? Ef verkalýðshreyfingin getur stofnað íbúðafélag eins og Bjarg, sem er ágætisverkefni og rauninni þjónar þeim allra efnaminnstu. Og þarna kemur ríkið og sveitarfélögin og verkalýðshreyfingin beint rauninni að slíku verkefni, að byggingu yfir 2000 íbúða, sem er mjög gott. En hvað, þú veist, við erum búin að greina vandann núna í nokkur ár og við erum alltaf föst í þess að greina vandann. Það er ekki neinu til gagns að byggja hérna 1000 íbúða ef enginn hefur efni á að kaupa þeim.
vegna þess að fjármagnskostnaður allt of hár. Við erum með, ef við ætlum að láta markaðinn sjá þetta, að þá mun gerast eins og gerist hérna fyrir hrun að verktaki fara útluta lóðum og hann kemur til með að byggja hugsanlega eða selja lóðuna áfram og þetta endar í höndunum á einhverjum bröskurum sem að síðan ætla að græða ennþá meira. Og eftir stöndum við fólki með húsnæðisverð og jafnvel húsnæðiskaup sem við getum nánast ekki staðið undir. Lánakerfið og leigumarkaðinn alltaf sem ennþá erfiðara standi. Ég meina, og sjáðu bara ungt fólk í dag. Ég þekki barnafjölskyldur sem hafa verið að fara í kannski gegnum 3. húsnæðisskiptin á jafnmörgum árum, jafnvel í önnur hverfi. Þetta vandamál sem af þessu hlýst mun dýpra heldur en bara að flakka á milli hverfa. Þetta bara félagslegu vandinn hjá börnum og annað. Og þetta, mikið af þessu unga fólki í dag hefur kannski verið að greiða leigu fyrir 3-4 herbergi íbúð 180 til jafnvel upp í 250.000, maður hefur eitt allskyns tölur, fær ekki greiðslumat inn í banka fyrir 130.000. Og ef það kemst í gegnum greiðslumat, þá íbúðarnar bara einfaldlega orðnar og dýrar. Það þarf að flýja í óhagstæðustu lánin og fólk talar að við höfum eitthvað val á milli þess að taka verðtryggt og óverðtryggt, það er bara ekki satt. Hvernig leysum við þetta? Jú, það vantar lóðir, sveitarfélögin þurfa að koma að þessu. Hvernig fjármögnum við þetta? Lífeyrissjóðirnir eiga við 3.500 milljarða og við erum að tala að þeir komi með þolumætt, fjármagn sem hefur nægilega þolumæði til þess að fjármagna svona verkefni á þess að það er að græða upp úr rjáfri á einhverju einustu krónu sem þeir lána. Við erum bara að tala brotabrot að komi að svona verkefni og fjármagna þau tímabundið. Það er enginn að tala að gefa peninga. Ég efast að þetta hafi nokkur áhrif á okkar svona framtíðar rétt í lífeyrissjóðakerfinu. Við getum líka tekið sem dæmi, ef lífeyrissjóðirnir hefðu byggt 1000 íbúðir fyrir hrun, þá hefðu þeir ekki tapað þessum 1000 íbúðum. Þannig það er ekki alltaf hægt að tala um það að lífeyrissjóðirnir þurfa alltaf að græða. Við þurfum að fá stjórnvöld að þessu og við þurfum aðila vinnumarkaðarins. Við þurfum þjóðarátak og þjóðarsátt í húsnæðismálum. Hugsanlega kannski taka þessa aðila alla saman og loka á einhvers staðar inni, þangað þeir komast að lausn og niðurstöðu að geta unnið saman og komið með lausnir. Við sáum að þetta var gert eftir Vestmannaeyjagosið 73. Það voru viðlagsjárshúsin og við höfum séð eins og uppbyggingu á Breiðholtinu og fleiri. Við höfum dæmi og það er hægt að fara í þessi mál. Það þarf bara þennan vilja til þess að starfa saman í staðinn fyrir að benda hver og annan hverjum ástandið er raunin að kenna þegar við erum með alla þessa hópa og lausnum þetta beint fyrir framan okkur. Og þú mynd beita þér fyrir þessu? Ég mun að sjálfsögðu beita mig fyrir þessu og fara einmitt í fleiri mál sem ég talaði um. Það síðustu ár hefur það tíðkast að formaður VR taki sæti í miðstjórn ASÍ. Þú lýst yfir að þú viljir ekki gera það og náttúrulega bara tala mjög afgerandi gegn forystumönnum ASÍ og þá sérstaklega náttúrulega Gylfa Arnbjörnssyni, formanni. Sko, hvað nákvæmlega viltu sjá að gerist þar núna? Er þetta í rauninni bara þannig að þú vilt að hann fari frá og þá ert þú til í að koma inn? Eða hvernig sérðu svona samband VR og ASÍ núna frá og með þriðjudaginn? Ég þarf að byrja því að koma stjórninni saman. Ég náttúrulega ræði þessu ekki alveg einn, en ég ræði hvað ég geri. Og eitt af þessum stóru málum sem að mér hefur fundist mjög gagnrýnivert við verkalýðshreyfinguna er þetta fádæma sinnuleysi fyrir þessum stóru málaflokkum sem við stöndum fram fyrir í dag. Við erum með Alþýðusambandið sem er að ráðast ráðast gegn kjarabaráttu kennara. Við erum með verkalýðshreyfingu sem er að mótmæla því hversu kostnaðarþak sjúklinga á að vera hátt í staði fyrir að berjast fyrir því að við höfum að hafa gjaldfrjálsa heilbrigðisþjónustu. Þetta er svo margt, þetta er svona risastór hugmyndafræðilegur ágreiningur milli mín og ASÍ hingað til. En þetta er ekkert persónulegt. En ég hef ekki áhuga á að starfa á þeim grunni. Hins vegar, ef að verkalýðshreyfingin tekur þessi skýru skilaboð sem ég hef með í farteskinu, þessa afgerandi niðurstöðu í VR-kosningunni og reynir að líta sér nær og skoða sig inn á við og fara að hlusta á fólkið og hlusta á það sem fólkið er að biðja í þessu samfélagi og fer að hugsa kannski þann strúktur sem við viljum byggja samfélagið á, að þá er ég alltaf tilbúin til að hlusta, en ekki fyrr. Þannig að næstu dagar kannski og vikur, að þá munum við sjá hvort að hreyfingin, og þá sérstaklega forysta ASÍ, muni taka þessa niðurstöðu í VR-kosningunni alvarlega og líta inn á við og líta sér nær.
að koma kannski tilbaka og kannski fara að hlusta eða berjast gegn þessu. Og ef að ASÍ tekur, eða forysta ASÍ tekur það ákvörðun að berjast gegn þessari niðurstöðu sem fengum í VR, að þá mun ég allavega að tala fyrir áframhaldandi byltingunnar hreyfingarinnar. Sko, þú talar afgerandi niðurstöðu sem var vissulega, þú ert kjörinn með miklum meirihluta, en kosningaþátttakan náttúrulega ekkert sérlega mikil. Sko, heldur að fólki standi bara almennt á sama það, svona, þeir sem ákveða að taka ekki þátt í svona kjöru, það hverju eru sem að halda á þessum málum fyrir þeirra hönd. Þetta snertir náttúrulega hagsmuni allra í rauninni. Hverju þeir eru sem stýra verkalýðsfélögunum og lífeyrissjóðunum hérna? Að sjálfsögðu. Þeir eru með, ég segi stundum, eftir höfðinu dansa limirnir. Og ef þú ert ekki með verkalýðsforystu, eða þá sem að stýra þessu batteríi, sem að tala máliðinu og höfða til þín, þá eru minni líkur að taki þátt. Þáttaka félagsmanna í starfi VR og funda þáttöku og fleira hefur rauninni verið ótrúlega slök. Og ef við tökum kannski smærri verkalýðsfélög, eins og til dæmis verkalýðsfélag Akranes, þar sem troðfyllt út úr dyrum á fundum sem þar eru haldnir, og það 3000 manna félag, og það mæta kannski 40-50 á félagsfundi hjá VR sem 34.000 manna félag. Og hvað segir þetta okkur? Þetta segir okkur kannski það að við erum ekki að hlusta og fólk hefur ekki áhuga að taka þátt í svona starfi eða mæta á fundi ef það hefur ekkert að sækja í hugmyndafræðina. Þannig að ég held að þetta sé fyrst og fremst þetta innra vandamál hreyfingarinnar að hafa ekki þetta fylgi og þetta traust. Og enda hafa kannanir sýnt að bæði lífeyrissjóðakerfið og Alþýðusambandið að skrapa botnin í trausti í samfélaginu. Og þetta bara stóra verkefnið að reyna að breyta þessu og fara að hlusta og kannski breyta svolítið ásýnd og stefnu hreyfingarinnar. Það það sem ég kalla eftir. Já. Komst ekki lengra með þetta. Takk hérlega fyrir komuna, Ragnar. Við verðum hér aftur með silfrið að viku liðinni. Takk fyrir í dag.